Evrópa okkar mikilvægasti markaður og langstærsti hluti gjaldeyristekna landsins verður til af viðskiptum við önnur Evrópulönd. Til að eiga farsæl viðskipti nauðsynlegt að hafa aðgang að upplýsingum einstaka markaði og eiga þess kost að leita aðstoðar við að komast í samband við mögulega samstarfsaðila. Evrópumiðstöð Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands leiðir starfsemi Enterprise Europe Network sem stærsta tækni yfirfærslunet sinnar tegundar í heiminum. 3 íslenskar stofnanir koma að starfsemi Enterprise Europe Network, Íslandsstofa, Rannís og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Nýsköpunarmiðstöð leiðir þetta verkefni og við stuðlum að eða styðjum nýsköpun í landinu og megin hlutverk okkar að flytja tækni og þekkingu frá Íslandi til Evrópu og í rauninni að leita að því sama frá Evrópu til þess að færa til Íslands til þess að styðja við nýsköpun vegna þess að stundum eru fyrirtæki í að þróa einhverja vöru eða þekkingu, jafnvel rannsóknaraðilar og vantar einhverja þekkingu sem til annars staðar og í staðinn fyrir að finna hana upp og eyða tíma í það, þá getum við leitað að því erlendis frá til þess að nýta inn í nýsköpunarferil hérna heima. Við erum líka beinlínis viðskipta tækifærisnet og getum beint fólki í viðskipti erlendis og síðan getum við leitað samstarfsaðilum fyrir fyrirtæki og rannsóknastofnanir ef þau eru að fara að sækja rannsóknastyrki hjá Evrópusambandinu. Því það mjög mikilvægt að menn séu með rétta samstarfsaðila því að stundum eru kannski umsóknin að fara ekki í gegn nema sér með breytt svona net á bakviði sem styður þá rannsókn sem þú ert að fara í. Og fólk verður líka átt að sjá eða til dæmis að fara að sækja erlenda styrki að þá skiptir máli og það er krafa til dæmis frá Evrópusambandinu að séu til dæmis lágmarkið 3 lönd sem sækja saman. Það ekki nóg að það komi bara ein umsókn frá Íslandi einu sér. Kristinn segir að mikið sé að lítil og meðalstór fyrirtæki leiti til Enterprise Europe Network, einnig ýmsar rannsóknastofnanir. Við erum ekkert endilega tengt öllum heiminum þó að við höldum það og það til dæmis mikil eftirspurn eftir orkulausnum okkar Íslendinga frá austantjálslöndunum fyrrum og við ættum til dæmis að geta miðla þekkingu á einangrun húsa sem mikið vandamál í Evrópu. Við höfum líka til dæmis mikla tækniþekkingu inn í fiskiðnaði sem eftirsóttur. Þannig að við þurfum líka að ná í tækni og þekkingu erlendis frá þegar að við erum kannski að fara af stað með einhverja rannsókn. Nei, við veitum ekki allt saman, þannig við þurfum á þess að halda. Geta allir leita til ykkar aðstoð? Já, við erum opin fyrir alla og auðvitað allir sem hafa áhuga á viðskiptum eða samskiptum erlendis eða að fara að sækja í Evrópurannsóknir, þeir ættu að leita til okkur til að bara fá upplýsingar. Við getum svo leiðbeint þeim þó að við kannski getum ekki hjálpað þeim á þessum tímapunkti, þá getum við leiðbeint þeim áleiðis og við getum alltaf vegna þess að netverki, nú menn að tala voða mikið nauðsynlegt að hafa gott netverk, bæði fyrir fólk, kannski atvinnuleit eða í sambandi við skólamál og svo framvegis, að þá þetta mjög stórt net, þannig að maður getur hæglega á mjög skömmum tíma leitað að ákjósanlegum samstarfsaðilum til þess að halda áfram við sína vinnu. Já, í staðinn fyrir að vera sjálfur að eyða sínum tíma í því. Þetta tími, eins og við segjum, sparar tíma fjó fyrir. Íslensk fyrirtæki fá aðstoð við að skapa tengsl við erlend fyrirtæki og stofnanir. Enterprise Europe Network skipuleggur svokölluð fyrirtækjastefnumót. Fyrirtækjastefnumót ein af okkar leiðum til þess að láta fyrirtæki hittast og ræða þá lausn eða þá vöru sem þau eru með og með hugsanlegt samstarf í huga. Þessi stefnumót yfirleitt haldin í tengslu við einhverja sýningar eða ráðstefnur og þau eru haldin af okkur í netverkinu og þar sem að fyrirtæki geta þá skráð sig til leiks og þá
Annarkvort bókar fólk fundi með þeim eða þau bókar fundi með öðrum og svo náttúrulega mætt á staðinn og á þessum dögum, þetta tekur 1 dag, þetta eru oft yfir 100 fyrirtækja sem kannski eru á þessum stefnumótum en hvert fyrirtæki kannski með 5 til 10, 15 fundi, sumir mæta bara á 1 fund en á þessum þetta mjög skilvirk og góð leið til þess að hitta fyrirtæki erlendis. Hafa þessir fundir skilað miklum árangri? Mjög miklum árangri og þetta eiginlega það sem að oft skilar svona fljótast bestum árangri í netverkinu mörgu leyti og ástæðan svo að þarna eru fyrirtækin að hitta fyrirtæki sem eru með svipaða vöru og augliti til auglitis og þarna fá þau svona ákveðið traust sem þau fá kannski minna með samskiptum í tölvupósti eða með öðrum hætti. Hvers konar fyrirtæki leita eftir ykkar þjónustu? Þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki. Það eru allur skalinn á því. Þetta eru fyrirtæki sem eru með einhverja tæknilausn, einhverja vöru sem að þau vilja koma á framfæri erlendis. Er eftirsókn eftir samvinnu við íslensk fyrirtæki? Já, það vilja allir í rauninni, það er öllum sama hvaðan góð hugmynd kemur. Ef hún hentar þinni vöru eða hentar þínu fyrirtæki, þá langar þeir náttúrulega að fá það besta sem völur á hverju sinni og fólk spyr lítið hvort það sé íslenskt fyrirtæki eða eitthvað annað. Það er hvorki hindrun né eitthvað betra. Blóðbankinn leitaði til Evrópumiðstöðvarinnar í tengslu við rannsóknir með stofnfrumur. Og okkur vantaði að komast í svona snertingu við aðilega sem höfðu einhverja reynslu af þessum hlutum. Meiri reynslu við höfðum. Þannig að við skráðum okkur í grunninn hjá Impru og út frá því fengum við svona skilaboði eða köll frá hinum af þessum grúpum og meðal annars frá Brendan Noble sem þá var í Edinborg en núna í Ipswich. Og það samstarf batt upp á sig þannig að núna erum við með rannsóknarverkefni í gangi saman sem við meðal annars erum að nota stúdenta saman í þetta verkefni, erum að skrifa greinar saman og þetta hefur verið okkur svona mikil bragarbót að fá kontakt við svona stóra aðala eins og Brendan Noble. Vissuð þið ekki af hans áhuga fyrirfram? Við vissum ekki af hans áhuga fyrirfram. Við rauninni maður hafði svona sitt ákveðið kontaktið sjálfur en með því að skrá okkur inn á grunn hjá Impru þá komust við í kontakt við fullt af fólki sem hefði kannski ekki sjálfur fyrirfram hugsað með sér best að hafa sambandið þennan aðila. En þarna var aðili sem hafði áhuga að vinna með okkur og við höfum áhuga að vinna með honum. Þannig að við höfum bara í framhaldi því mynda mjög gott svona skemmtilegt og frjósamt samstarf sem vonandi mun í framtíðinni skila sér einhverjum skemmtilegum greinum en líka mögulega í einhvers konar þróun á læknisfræðilegum aðferðum með meðferðum. Ég hvet alltaf alla sem að ég hitti og tala við sem að leita sér einhver samstarfsaðilum að tala við góða fólki upp á Impru, upp á nýsköpunarmiðstöð og athuga. Það kostar ekkert að setja smá blað, 1 A4 blað í inn á grunn og það er aldrei að vita hvað kemur út þegar maður hendir önglunum út í vatnið. Stundum veiðum maður stígvél en stundum veiðum maður stóran lax. Þannig að það er svona það sem ég myndi að segja, hvetja fólk til þess að skoða þetta. Kom þér á óvart að tengslanett nýsköpunarmiðstöðvarinnar væri þetta öflugt? Já, ég hafði ekki hugmynd við það fyrir að Kristín hafði samband við mig. Kristín Ingólfsdóttir upp á nýsköpunarmiðstöð hafði samband við mig og var að sýna mér þetta. Þannig að þetta kom mér töluvert óvart, já, hversu öflugt netið var og hversu margir sýndu svo áhuga á því að tala við hina þessa. Þannig að ég myndi segja að þetta hafi þetta var til mikil bóta fyrir okkur og kom okkur verulega óvart. Frumkvöðlafyrirtæki leita til Evrópumiðstöðvarinnar. Tölvuleikjafyrirtæki Locatify er eitt þeirra. Við skráðum okkur inn á net sem þeir hafa af samstarfsaðilum eða fólki sem vill koma í samstarf, lítil fyrirtæki eða meðalstór og þar settum við inn fyrirspurn og þar sem við vorum með snjallsögumannin okkar og fengum samstarfsfólk í Trier í Þýskalandi og úr því var mjög gott samstarf þar hjá Audiobits í Trier og þau hafa verið með svona áherslu á alls konar upptökur og klippingar og annað slíkt og voru búin að búa til leiðsögnum en að litla sögufræga bæ þar, Trier. Og þar var mjög fín leiðsögn sem að við settum upp og þetta var eiginlega fyrsta svona snjall leiðsögn okkar erlendis í samstarfi við þá. Þannig að þetta
sem sagt Imbra og Evrópumiðstöð, þetta hefur veitt okkur gífurlega mikið. Þetta opnar tækifærin út í heiminn og það það sem við höfum nýtt okkur. Þetta náttúrulega alveg stórkostlegt, við erum svo lítið land hérna og það sem við erum að gera, við verðum ekkert mjög rík sannilega eða stórt fyrirtæki því sem við erum að gera á Íslandi, en það sem við erum að gera það er við svona stílinn á allan heiminn í rauninni, það sem að hægt að vinna með. Og svona, þetta opnar náttúrulega dyr í ýmsar áttir. Það samstarf, geta fundið fólk sem er tilbúið til að vinna með okkur. Það náttúrulega alveg gífurlega mikilvægt. Hugbúnaðarfyrirtæki Idecam leitaði liðsinnis Evrópumiðstöðvarinnar. 2 hugsanleg samstarfsverkefni voru sett inn á Enterprise Europe Network og árangurinn jákvæður. Bara mjög fljótlega eftir að við settum þetta inn og svona, þá fengum við fyrirspurnir frá bæði fyrirtækjum í Þýskalandi eða fyrirtæki í Þýskalandi og svo frá Grikklandi. Nú ég er búinn að vera í sambandi við þessi fyrirtæki og Þjóðverjarnir þeir svona er búinn að vera að skoða svolítið markaðinn með þessa lausn okkar. Og það reyndar ekkert gerst meira þar en Grikkirnir þeir hafa í rauninni selt eina lausn og það hefur bara gengið mjög vel og nú erum við á leiðinni til þeirra núna í lok febrúar. Ég veit tæknimaður að setja upp kerfið og hjálpa þeim að þýða kerfið yfir á grísku og koma sér í gang fyrir kunnan og það er líka fyrir hugað meira samstarf með aðra lausnir sem við höfum þá tækifæri á að kynna fyrir þeim betur þegar við hittum. Þannig að það er bara gengið mjög vel. Gunnar Páll hefur sótt fyrirtækjastefnumót á Ítalíu. Núna í framhaldi af því að þá er í beinu sambandi núna við 2 fyrirtæki og þau eru að skoða markaðinn, ítalska markaðinn varðandi þessar lausn okkar og svo er ég að skoða íslenska markaðinn fyrir lausnina sem þeir eru með. Þannig að þetta er svona vinn-vinn fyrir báða og það gengir bara vel en þetta er bara á því stigi og vonandi leiði þetta til þess að við náum að selja lausnir hvor fyrir annan. Mér finnst þetta að vera að ganga ágætlega og ég hef svona smá reynslu af því að reyna að koma fyrirtækinu á markað erlendis og við höfum verið með til dæmis ráðgjafa til að aðstoða okkur við það og það er bæði dýrt og tekur jafnvel lengri tíma þannig að ég get hiklaust mælt með þessu. Hafið þið náð árangri? Já, við höfum náð árangri. Okkur finnst mjög gott að hafa náð 17 samstarfs samningum síðastliðin 3 ár vegna þess að þetta tekur langan tíma frá því að við setjum prófílinn í netverkið þangað til bæði svörun er komin og líka það að fólk og fyrirtæki séu farin að tala saman að fara að vinna saman og gera í því það sem að prófílinn var og við getum beint fyrirtækjum til okkar samstarfsaðila sem Íslandsstofa og Rannís. Annars vegar að þá er Íslandsstofa með meiri sölu á sinni könnu heldur en við erum meiri tækni og þekkingar yfirfærslu hérna á Nýsköpunarmiðstöð og Rannís er eiginlega mikið til 7. rammaáætlunina þegar þú ætlar að leita þér að samstarfsaðilum til þess að sækja styrki innan Evrópusambandsins. Er að aukast áhugi íslenskra fyrirtækja á að flytja út? Já, við höfum fundið merkjalegan aukinn áhuga þar. Það er fyrirtæki leita út fyrir landsteinana og að nýjum leiðum til þess að auka tekjur sínar. Geta öll fyrirtæki leita til ykkar? Já, við erum opnir öllum. Við viljum helst að lítil og meðalstór fyrirtæki leiti til okkar en það geta allir haft samband og líka til þess að vita hvort að þeir falli inn í þá skilgreiningu. Þið hafið greiða leið að fundum og öðru því líku til þess að koma á hugsanlegum viðskiptasamböndum. Já, netverki byggir á þeirri hugmyndafræði að allir samstarfsaðilar mínir, kollegar, erlendis og hér heima, við höfum öll jafnan rétt á því að komast að á fundi og höfum allan jafnan möguleika á að kynna okkar fyrirtæki. Er þetta dýr leið? Þessi leið er algjörlega ókeypis fyrir fyrirtækin, það er þessi okkar þjónusta og þessi þjónusta að hitta fyrirtæki. En auðvitað þurfa fyrirtæki náttúrulega að kaupa sér ferð hugsanlega erlendis og koma með á fundi eða að
og það þá bara uppihald og ferðalög. En að öðru leyti getum við náttúrulega líka komið fyrirtækjum saman án þess að fyrirtæki fari nokkuð tímann héðan á landsteinunum. Hægt að stytta sér leið hvað útflutning varðar með því að leita til ykkar? Tvímælalaust. Í gegnum okkur hægt að ná samböndum sem að með öðrum leiðum væri mun erfiðara að ná. Ýmsar hagnýtar upplýsingar Evrópusamstarf að finna á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nmi.is.